10 mínúturnar, 10 mínúturnar, það er halda áfram. Og við erum ennþá staddir í þessum yndislega Lúkar hérna. Gamla, góða Lúkar sem að geymir svo mikla sögu fjölda manns. Þar fóru dvöldu menn jafnvel alla sína starfsævi inn í svona Lúkar. Því að einu sinni sjómaður, alltaf sjómaður, segir nú einhvers staðar. Og það er ekkert óalgengt að menn eyði allri starfsævinni sinni borð í togara og þess vegna þessum líka. Og þess að ég hafi neitt fyrir mér í því, en ég þekki menn sem að hafa alla ævi verið á sjóm. Ég byrjaði á sjó 70 og starfaði náttúrulega þá með mönnum sem að voru í þessu þá. Og ég veit að þessir menn margir að þeim eru ennþá á fullu í starfi og á fullu borð í þessum togurum eftir öll þessi ár. Frá 70 til 2012, þetta er nú nokkuð langur tími. Hálföldið ekki eða hvað. Það skiptir ekki máli, þetta er allan orðið svolítið nokkuð mörg ár. Og við þurfum að feta þennan veg í kærleika Drottins og við brýnum alltaf mennuð þetta sömu brýningun að vera með Drottni í þessu öllu saman, því að þá á hver maður að gera. Og þá erum við á vegi sem liggur hvert. Hann byrjaði þegar þú frelsaðist og endar hvar? Í ríki Guðs. Þar endar hann. Og þess vegna ert þú á þessum vegi í dag, vegna þess að Jesús snart þig, tók þig í sinn flokk. Nú leiðir hann þig sér við hönd eftir þessu mikla vegi sínum sem að svo fáir finna, en allir auðvitað vildu vera á. Þeir munu sjá það allavega síðan að þeir hefðu vilja vera á þessum vegi. Þegar að menn standa frammi andspænis dómstól Guðs og þeir til hægri tilheyra Kristi, þeir til vinstri tilheyra ekki Kristi, þannig verður skiptingin. Þess vegna erum við að kalla á þig. Þess vegna erum við að segja þér það að lífið er graf alvarlegt mál. Það er ekki einhver hégómi eða einhver feik. Nei, það er fyrir Krist. Það var gefið að Kristi og þess vegna viljum við að þú sért bara á þessum vegi með Kristi, í Kristi, og allt þitt er á þurru og á hreinu í Jesú nafni. En vegurinn var varðaður með Guðs náð á sínum tíma og þessi Guðs náð er enn yfir og hún mun áfram vera yfir. Ef þú vilt það sjálfur eða sjálf, þá heldur þessi náð áfram og hún mun vera þér, hefur verið mér til blessunar og hún mun líka vera þér áfram til sömu blessunar. Og vegur heldur áfram að færa þér blessanir og þú tínir þær upp bara eftir því sem að þessar blessanir koma þá og þá. Það eru svona núna, það eru einhvern veginn öðru svo morgun en blessun, og blessun er eitthvað sem er gott fyrir okkur að fá og nota og njóta. Þannig að hvatningin er raunverulega alltaf sama. Það er að starfa með Kristi, vera með honum, ganga með honum, lifa með honum og taka við því sem er hans. Og vegurinn er réttur síðan í Kristi og það er það sem hann á að vera, réttur. Við eigum að lifa þannig lífi að lífið okkar sé upprétt og það sé rétt lifað. Og enginn er færari í þeim efnum heldur Kristus sjálfur sem gerði þetta fyrir okkur og með okkur og vill eiga hvert bein í okkur, hverja frumu og hvern vöðva í Jesú nafni. Segjum þetta gott og höldum áfram. Nú ætlum við að skoða það svona í rólegheitunum, hvað er nú til eftirbreytni.
Það er ýmislegt í boði og mörgum finnst þetta vera til eftirbreytni og öðrum finnst eitthvað annað vera til eftirbreytni, en svo komumst við að því að hvorugt var það í raun. Finnst okkur hátterni þjófsins vera til eftirbreytni? Finnst okkur hátterni hans eða hennar sem hefur fallið fyrir vímuefnum til eftirbreytni? Ég held ekki. Dæmum ekki þetta blessaða fólk, við reynum að hjálpa því eins og við getum, en til eftirbreytni er lífsmátin ekki. Finnst okkur stríðsherran sem fór illa með þjóð sína vera til eftirbreytni? Okkur finnst það ekki, en það er að það ekki heldur. En Kristur hins vegar er til eftirbreytni. Og hann segir við mig, hann vil gera mig að fyrirmynd sem aðrir geta séð eitthvað í og vilja verða eins. Og það er hægt með einum hætti. Deyja sjálfinn. Og þetta er raunverulega eitthvað sem við þurfum að gera á hverjum einasta degi, að deyja sjálfinu. Og það er gerlegt vegna þess að Kristur gaf okkur trú. Án trúar er þessi vegferð alltaf ógerleg. Vegna þess að það er í trúnni sem auðmýktin fæðist. Og bara vitundin Krist segir við mig, ég þarf að gera vilja Krists. Og þá verð ég sjálfkrafa einhverjum til eftirbreytni að góðum verkum og góðum þáttum, og bara með því að stýra og stjórna talanda mínum getur verið einhverjum til eftirbreytni og góður að þátta fyrir sig sjálfan. Einhverjir eru í vandræði með þessa þætti hjá sér sjálfum og þeir horfa kannski til fólk sem hefur stjórn á þessum þætti. Það er fyrir þeim til eftirbreytni. Það sér þig og hversu öflug þín trú er. Það horfir til þess. Og þú ert þá fyrir þetta fólk til eftirbreytni til góðra verka. En sumir dást að svindlaranum sem er svo snjall í að svindla á öðrum. Þarna er verk syndarinn. Og maður í syndinni, hann hugsar þetta allt öðruvísi heldur Kristur vegna syndarinnar. Ekki verri maður, en hann hugsar þetta allt öðruvísi. Maður í trúnni getur ekki gert þennan einstakling að sínu fyrirmynd eða eitthvað sem hann ætti að breyta eftir. Nei, hann kemur gegn þessu. Þó ekki gegn manninum, heldur til þess að koma honum úr sínu blekkingar ástandi til að mögulegt sé fyrir hann að verða öðrum til fyrirmyndar og eftirbreytni. Þetta geta allir menn gert. En hvað vilja menn gera? Hvað eru þeir tilbúin til þess að ganga langt á sinni trúargöngu hvað þessa þætti snertir? Eru þeir til í að fórna þannig séð öllu til þess að Kristur bara vexa með sem allar mest í þeirra lífi? Hve margir eru tilbúinir í þetta? Nú er ég ekki að tala um þá sem stegjast alltaf að gera þetta. Nú er ég að tala um þá sem að gera þetta. Þeir eru allavega færri heldur en hinir sem vildu þetta og segjast vilja gera þetta. Þarna þurfa verkin skýlaust að tala. Og þau geta alveg talað og þú orðið þessi fyrirmynd til eftirbreytni öðru fólki. Það þekkir þið ekkit af neinu nema góðum og gildum og göfugum verkum. Allir geta átt sína sögu svona. Og þú líka alveg svo hver annar. Þetta er eitthvað sem að Kristur vill að við séum og gerum og vinnum að og störfum að vegna þess að hann er góður Guð. Hann fer ekkert í neitt manngreinar álit með eitt eða neitt. Bara þú ert manneskja, hann er fyrir þig, Jesú nafni.